ætlum að taka dæmi 1191 fyrir. Við hengjum ljós svona lampa á endan á svona stálvír sem hangi niður. Og sem sagt, það eitthvað F sem að hangir hérna í, eða vaff, tvöfalt vaff, og hann lengist, delta L-ið á honum á að vera 0,18 millimetrar. Og það ekkert mikið mér að gefa, við vitum það að þetta er stálvír. Og við vitum að epsilon fyrir stálvír er 11, nei hvað var það, nei, það var flett í bókinni, það var 20.10 í tíunda, 20 sinnum 10 í tíunda Pascal. Við veltum fyrir okkur hvað erum við með? Við vitum að Young-modulusin er sem sagt spenna deilt á streitu. Þetta er það sem við vitum. Og við höfum að spyrja hvað gerist, hversu mikið myndar strekkjast ef að vírið væri tvöfalt lengri. Ok, þá vitum við bara að við erum með L og svo erum við með 2L. Það er það sem við vitum með allir. Allt í lagi. Við ætlum aðeins að fiffa til uppsölufólum. Við vitum að spenna er skilgreind sem kraftur deilt á flatarmál. Kraftur í newtonum, flatarmál er í metrum miðru. Streita er delta L, einhver lenging í metrum. Og við erum með lengd, deilt með lengd. Þannig að þetta á að gefa okkur F deilt með A hérna, og delta L kemur hérna við hliðina og hérna kemur L. Þannig að við skulum spara okkur svolítið plássið og hérna við segjum að upsilon er jafnt og F sinnum L deilt með A sinnum delta L. Allt í lagi. Þá er spurt hvað gerist ef að hérna lengist tvöfalt. Við vitum að epsilonið er það sama ef þetta er stálvír. Þannig að hérna við erum með við erum með 2 víra, sem sagt epsilon stálvír 1, stál 1 er jafnt og epsilon stálvír 2. Þannig að við setjum það sem við vitum að krafturinn er svo sami fyrir 1 sinnum lengdin A sinnum, við vitum að lengingin, það er eitthvað breyting á lengingu, þannig við setjum það sem 1. Þannig að við ætlum að segja bara að þetta sé L2 og þetta er L1. Þannig að þetta á að vera jafnt og stálvír 2 sem hefur sama kraftinn sinnum 2L. Við setjum það fyrir L2 og við erum með þverskurðarrótamæri A sinnum delta L2. Betra að skrifa þetta svona algebrist til þess að stytta út svo við séum ekki að það er að laga þetta hérna sinnum delta L. Þannig að við getum stytt út F á móti F hérna. L getum við stytt út, A getum við stytt út. Þannig að eftir stendur 1 á móti delta L1 jafnt og 2 deilt með delta L2. Ef við snúum þessu við þá fáum við delta L1 er jafnt og delta L2 deilt með 2, en 2 sinnum delta L1 er jafnt og delta L2 sem er jafnt og 2 sinnum 0,18 millimetrar sem er jafnt og 0,36 millimetrar. Ok, þannig að lengingin í honum, hún eykst tvöfalt.
þá spurt hvað gerist ef að við erum með sömu lengd en tvisvar sinnum lengina. Við lengjum hann 2L, 2D, tvisvar sinnum þvermálið ætla að segja. Það sé endurtaka þetta aftur. Hvað gerist ef að við erum með sömu lengd og tvisvar sinnum þvermálið? Nú, við vitum að flatarmáli skilgreint sem pi d í öðru deilt með 4. Þannig að það er það sem er að breytast, þannig að við erum aftur með í stál 1 og í stál 1 og í stál 2. Þannig að það sem við gerum núna að við erum með D1 er D og D2 er 2D. Þannig að laga þetta svona 2D ekki betra, ok. Sko, þá ætlum við að setja það inn í, þannig að við setjum f sinnum l deilt með pi, við ætlum að setja í staðin fyrir a, setjum bara þetta beint inn í pi d í öðru deilt með 4 sinnum delta L1 er jafnt á f sinnum L deilt í pi sinnum 2D í öðru deilt með 4 sinnum delta L2. Það sem við getum stytt út hérna, við getum stytt f á móti f, l á móti l, pi, 4 og 4 og þá verður eftir sem mikið sem 1 á móti d í öðru delta L1 jafnt og 1 á móti 4d í öðru delta L2, við getum stytt út d í öðru hérna út fyrir, þannig að við erum með 1 á móti delta L1 jafnt og 1 á móti 4 delta L2, við getum snúið þessu við, þannig að delta L1 verður jafnt og 4 delta L2, þannig að delta L2 er jafnt og delta L1 deilt með 4, þannig að við erum með 0,18 mm deilt með 4 sem gefur okkur mikið sem delta L2 er 0,045 mm. L2 er þá jafnt og 0,045 mm. Alveg. Fyrir ekki hvað ég er ekki alveg nú að prófa í þessu, þannig að við erum með 0,045 mm. Allt í lagi, þá er B-liðurinn búinn. Þá ætlum við sem sagt að finna út hvað gerist ef að við erum með koparvír með sömu lengd. Þá er trikkið í þessu, við getum gert þetta á tvenna vegu. Við getum gert þetta með við það að A sé fasti eða að L sé fasti. Við getum líka, af því við vitum sem sagt að B er fasti. Þannig að við vitum það að við erum með, ef við förum í bókina, þá erum við með kopar sem er 11 sinnum 10 í 10. Pascal. Þannig að við vitum sem sagt að þetta er sem sagt Young stál og við erum með Young kopar jafnt og 11 sinnum 10 í 10. Pascal. Þannig að upsilon er ekki einhver fasti. Nú þurfum við aðeins að fiffa til í jöfnunni, við ætlum að gera þetta á tvenna vegu. Við vitum að ellið okkar hérna er fasti. Við ætlum að einangra ellið. Þannig að við færum sem sagt allt stöffið yfir, þannig að við fáum svona A deilt með F og delta L hérna jafnt og L. Lengdin er fasti. Þannig að ég má stróka þetta hérna út. Þannig að við fáum sem sagt að lengd stál jafnt og lengd kopar. Þannig að við fáum ypsilon A
A sinnum delta L1 deilt með F er jafnt á A sinnum delta L2 deilt með F. Við getum stytt út. Við ætlum að segja stál hér og kopar hér. Það er að laga þetta hérna. Kopar og A hér. Þannig að við getum stytt út A-ið hér og F-ið hér og F-ið hér. Þannig að eftir stendur stál sinnum delta L1 er jafnt á kopar sinnum delta L2. Þannig að við þurfum bara að segja stál deilt með kopar L1 er jafnt á delta L2. Þannig að við erum með stál sem er 20 sinni 10 í tíunda, svo erum við með kopar sem er 11 sinni 10 í tíunda, við getum stytt út þetta hérna, sinnum 0,18 mm. Þá fáum við út L2, þannig að við erum með 20 sinnum 0,36, út fáum við 0,65 mm. Cirka bát. Þannig að við getum gert þetta líka á aðra vegu. Við getum gert þetta með því að segja að A sé fasti og hérna sló ég ykkur vitlaust inn. 20 deilt í 11 sinnum 0,18 á að vera jafnt og 0,32. Það er nú svolítið betra. Það var nokkað slíkli sleiði ég með getur gerst 0,33 mm. En ok, ég bið ykkur velvirðingar af þessu, þetta getur komið fyrir. Við ætlum að fiffa til jöfnuna sem við vorum með áðan. Af því við vitum að við erum með sem er ekki fasti lengur. Þá tökum við að við vorum með jafnt og F sinnum L deilt með A sinnum delta L og við ætlum að segja að A sé fasti, þannig að við farum A yfir, A verður jafnt og F sinnum L deilt í J sinnum delta L og nýtum okkur það. Þannig að við segjum að A stál er jafnt og A kopar. Þannig að við fáum F sinnum L deilt með í stál sinnum delta L1 stálið jafnt og F sinnum L deilt í kopar sinnum delta L2 sem er koparinn. Við getum stytt út F og L og eftir stendur þá ef við snúmum þessu við þess að 1 á móti í stál sinnum delta L1 1 á móti í kopar sinnum delta L2. Þannig að við getum snúið þessu við þannig að eftir stendur að stál delta L1 deilt í kopar er jafnt og delta L2 og það fáum við sömu niðurstöðu og við fengum rétt á það.